Hingað kominn Kristinn H. Gunnarsson, fyrrverandi alþingismaður frá vestan, frá Bolungarvík. Velkomin Kristinn, við ætlum að reifa smá mál hérna sem að þú hefur verið að vekja athygli á. Og það það hvernig menn hafa farið að því að deila út makrílkvóta hérna og það kannski segir sitt fiskveiðistefnuna og hvernig Færeyingar til dæmis hafa farið að þessu. Það nokkuð ólíkt, þannig að ég ætla að biðja svona að rekja þetta aðeins fyrir okkur. Sko, makríll alveg nýr stofn sem veiðist hér við land, þannig að veiðar á honum hafa ekki verið áður, engir veiðireynsla til og engir sem hafa fengið úthlutað kvóta í þeim veiðum. Þannig að það engin forsaga, þannig að þetta byggja þegar menn fara að ákveða hvernig eigi að ráðstafa veiðiréttinum í þennan stofn, þá þetta að gera það út frá þeim hugmyndu sem menn hafa kerfið án nokkra forsögu. Og hér á landi hefur þetta vaxið mjög hratt og það hefur verið svona nokkurn veginn allir fengið að veiða sem hafa haft útbúna til þess. Það má segja það í megindráttum, aðeins verið skipting á milli vinnsluskipa og annarra. En menn hafa ekki þurft að leggja út inn fjárfestingu aðra. Það þarf ekki að kaupa kvótan eins og til dæmis í aflamarkskerfinu þar sem að stærsta fjárfestingin í útgerð í veiðileyfinu sjálfu. Þannig menn lausir við það. Og ríki hefur þá hæglega geta ákveðið að setja kvótan á markað, fá verðmyndun á markað, þannig að útgerðarmenn sjálfir býðu í ríkinu einhverja fjárhæð fyrir að veiða kvótan sem þeir treysti sig til að borga og hafa ávinning af veiðunum. Og þetta út af fyrir sig í samræmi við stefnu beggja stjórnarflokkanna fyrir kosningar að stefna í þessa átt almennt með kerfið. Þannig að þetta var tækifæri til að hrinda prófa stefnuna. Já, og nokkuð svona fyrirhafna laust þannig. Fyrirhafna laust, já. Og útláta laust fyrir aðra. Já. En það var ekki gert. Nei. Heldur bara ákveðið að ráðherrann úthlutar þessu og síðan borgarmenn bara veiðigjald eftir ákvörðun ráðherra hvernig verðmætahlutfall milli makríls og þorsks. Já. Og það þýddi á síðasta fiskveiðiári 90 aurar fyrir hvert veitt kíló sem menn greiddu til ríkisins. 90 aurar á kíló? 90 aurar á kíló. Já. Og útflutningsverðmæti var talið vera framan á sumri 200 krónur fyrir hvert kíló af makríl. En núna vísbendingur að verðið hafi verið mun hærra. Já. Því að þetta hefur fengist mjög hátt verið fyrir þennan fisk, sérstaklega Austur-Evrópu. Já, það 1000 kall á tonnið, eða 9... Já, líklega má segja sko... 900 kall á tonnið? Já, 900 krónur tonnið sem borga fyrir að fá veiða. Þetta nú góð kjör í laxveiðum. Já, það veit ég það. En Færeyingar gera þetta þannig og þeir eru svona sumulegt íhjálpsæmi líka, en þetta voru 120.000 tonn sem að þeir ákvæðu að leyfa færeyskum aðilum að veiða. Og þeir buðu út 20.000 tonn á markaði. Og þau 20.000 tonn seldust í 3 útboðum fyrir 80 krónur í kíló meðaltali. 80 krónur. Og það getum við borið saman með 90 krónuna. 90 aurana? 90 aurana. Og meðal þeirra sem buðu, ég var dótturfyrirtæki Samherja, þeir stofnuðu fyrirtæki í Færeyjum sem ég held að heiti Framherji, og það fyrirtæki bauð í og fekk að veiða 1505 tonn af þessum 20.000 tonnum og þeir borguðu 100 krónur fyrir hvert veitt kíló. Í Færeyjum, já. Færeyjum. Og þeir hafa sem sagt talið sig geta hagt hag af því? Ef að það ekki, að þeir telja sig hafa veitt þessi 15 tonn með hagnaði þrátt fyrir það. Já. Helmingurinn af kvótanum sem Færeyingarnir leyfðu að veiða, 60 tonn, ráðstöðu þeir til skipana og leyfðu að borga 5,50 krónur fyrir. Það var þessi stjórnvalds ákvarðaverð, en það var þó 5,50 sem 6 sinnum hærra en 90 aurarnir hér. Já. Og 35.000 tonn fengu menn að veiða án endurgjalds. Þannig þeir blönduðu þessu. Já. Og út af þessu getum við gert það ef að menn eru smeykir við að fara í einu skrefi í það að bjóða allt upp og verður með þetta veiðiréttindin á markaði. Þá var þetta að gera það í áföngum. Taka kannski þriðunginn að heildarveiðinni eða helminginn, setja það á markað en útluta hinn eftir einhverju fyrirfram verði eins og Færeyingar gerðu. En við fórum eiginlega, má segja það, verstu leiðina. Við gerðum það sem að minnst var upp úr að hafa fyrir ríkissjóð og mest upp úr að hafa fyrir útgerðarmenn og þessa veiðar voru mjög ábatasamar. Þetta eitt mesta gróða tímabil í einstökum veiðum í sjávarútvegi í mjög langan tíma. Og þetta fengum við alveg bara upp í hendurnar án þess að þurfa að taka nokkuð þátt í því að reka íslenskt þjóðfélag sem á í miklum erfiðleikum.
Og það er verið að skera hér niður í heilbrigðiskerfinu, velta byrðum yfir á sjúkt fólk, skera niður í heilbrigðisstofnunum, loka líknardeildum og á sama tíma og menn velta sér upp úr gulli. Norðmenn kölluðu veiðarnar á makríli sumar, kölluðu makrílinn gull hafsins að þeim gaf svo vel af sér. Þú bendir á að það væri hægt að reka Landspítalann í hálft ár fyrir það sem hefði hugsanlega verið hægt að fá út úr þessu fyrir... Já, ef við hefðum sett sömu reglur og Alþingi ákvað að gera varðandi skötusel. Þar veiðirétturinn nefnilega mjög mismunandi eftir því hvað löggjöf á í hlut. Til dæmis fyrir þorsk borga menn í dag á þessu fiskvið ári 9,46 krónur til ríkisins. En fyrir skötusel þá borga menn 177 krónur. Af einhverjum ástæðum með það allt annað kerfi. Það þriðjungurinn af því verði sem fæst fyrir skötusel á markaði þessa mundir. Þannig ef við höfum notað það fyrirkomulega varðandi makrílinn og sett 3/4 af heildarveiðinni á þetta verð en boðið upp 1/4 og fengið það verð fyrir þann fjórðung sem að Samherji var tilbúin að borga í Færeyjum, þá höfum við fengið 9 milljarða. Þetta eru raunhæfar útreikningar. Sérstaklega ljósi þess hvaða hagurinn eða verðið á erlendum mörkum hefur hækkað mikið frá í fyrra. Og þetta ekki íþyngt útgerðin og mikið heldur þú? Ég veit að þetta íþyngdin, þetta eru peningar sem þeir annars fengið í sín vasa en þeir hefði eftir sem áður verið með milljarði hagnað. Þeir eru með milljarði hagnað. Það er talið að miðað við 200 króna útflutningsverðmæti af makríl hefði verðmæti verið 33 milljarðar á þessu ári. Vegna þeirra upplýsingar sem fyrir liggja með það kynni hafa verið hærra, þá myndi ég halda að heildartekjurnar af makríl það ekki undir 40 milljarðum. En nú bent á að peningar komir alltaf hvort sem inn í þjóðarbúið í gegnum skatta og í gegnum atvinnu sem fólkið fær og fleira slíkt. Jú, auðvitað gera það og það hefur sín áhrifin svo gengur. En það fullt af mönnum að starfa í sjávarútvegi á þessum forsendum. Það eru fyrirtæki sem hafa keypt kvótan á því markaðsverði sem hefur verið undanfarin ára. Þau fyrirtæki að starfa á sama útsölumarkaði erlendis, fiskmarkaði erlendis og önnur fyrirtæki þurfa að fá sömu tekjur inn. Af þeim tekjum þurfa að taka frá stóran hluta af tekjum til að borga fyrir veiðiréttinn. Til annarra útgerðarmanna. Til annarra útgerðarmanna. Og þau geta það, það telur sig geta það og trúa því að þeir geti gert út með hagnaði eftir sem áður. Það eiginlega bara staðfesting á því að þetta kerfi gengur upp. Sem eðlilegt vegna að þeir hafa sjálfir ákveðið verðið. Eitt sem þú verður að benda á í þínum skrifum að það verða í rauninni alltaf, kvótaeignir alltaf að færast á færri hendur. Já, það alltaf að vera færri og færri aðilar sem eiga allan veiðirétt í Íslandi. Í dag þetta komin í 502 aðila. 502 aðilar í þessu fiskveiðiþjóðfélagi sem hafa eiga allan fiskveiðirétt í aflamarkskerfinu. Það eru 150 í stóra kerfinu, það sem eru 85% af öllum veiðirétti og það er 350 í smábátakerfinu. Þannig að þessum aðilum fækkar á hverju ári og það eru örfáir aðilar sem eiga orðið meiri hlutan af öllum veiðiréttum. Þetta myndi ekki ganga í neinni annar atvinnugrein. Og vandinn okkar í sjávarútvegi sá allar þessar undanþágur að þeir sem eru í atvinnurekstri sjávarútvegi þeir eru undanþegnir öllum venjulegum markaðslögmálum. Þeir eru varðir fyrir samkeppni, þeir eru undanþegnir lagaákvæðum samþjöppun og markaðsyfirráð. Samherji með markaðsyfirráð í karfavinnslumarkaði hér á landi. Það eru nokkuð fyrirtæki að vinna hér karfa og kaupa hann á markaði. Þegar að þeir sjálfir, sem líka vinna karfa og veiða karfa, þegar þeir þurfa að selja fyrir hátt verð þá sveltaði markaðin og hækka verðið. Þegar þeir þurfa að kaupa karfa, þá dæla þeir inn og lækka verðið. Og sama gerir HB Grandi með ufsamarkaðin. Og það enginn sem skiptir sér neitt að þessu. Samkeppnin sem hefur láta þetta óátalið. Þetta er náttúrulega algjörlega óásættanlegt. Hvernig myndi lítast á ef að þeir sem að reka Smáralind þyrftu á hverju ári að borga himinháa fjárhæðir í gjöld fyrir rekstrarleyfið til þeirra sem eiga Grýluna. Það þætti mönnum eitthvað skrítið samkeppni. Kristinn Gunnarsson, þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Takk.